Rósalín eftir Daniel Errico. Fyrir löngu, þegar kóngar ríktu og riddarar riðu hjá, lifði stúlka sem hét Rósalín sem aldrei var sagt frá. Hún hugsaði vel garðinn sinn, grænmeti og blómabeð og ræktaði stærstu radísur sem nokkur hafði séð. Einn daginn vildi hún matarkörfu elskunni sinni bera og ákvað að fara aðra leið en hún var vön að gera. Fyrst kom hún að sælgætishúsið með sykurskrauti fínu. Glæsilegt og girnilegt en gæti valdið tannpínu. Gömul norn kom höktandi og rétti fram kræklóta hönd með gómsætt sykurepli sem myndi á hnött með höf og lönd. Fáðu ég að bita, gæskan, sagði hún og glotti í sömu mund. Einn lítill biti mun hjálpa þér að hvílast stund. Nornir eru útsmognar, því þannig eiga nornir að vera, en sjónin léleg og stúlkan sá hvað þyrfti að gera. Má ég biðja vatnssopa? Spurði hún þegar í stað og skipti á epli og radísu meðan nornin sótti það. Nornin kom með vatnið og sagði: Drífðu þig, borðaðu allt. Rósalín borðaði eplið og teygaði vatnið kalt. Nornin brosti út að eyrum en hafði hlaupið á sig. Vertu blessuð, sagði Rósalín. Ég þarf að drífa mig. Eitureplið aldrei bregst, sagði nornin. Þetta skil ég ekki. Þá kallaði Rósalín: Ég kannast við þína hrekki. Hún gekk þar til úlfur birtist og varnaði henni leiðar. Hann góndi á hana, sleikti út og vildi fara á veiðar. Réttu mér kölvina, sagði úlfurinn hreint ekki með friði. Ég held nú síður, þú kannt ekki neina manna siði. Ég mun mása og blása og þú ættir að leggja á flótta. Rósalín tók upp eplið og fann ekki fyrir ótta. Eins og þú vilt, sagði úlfurinn og byrjaði strax að blása. Hún hendi eplinu upp í hann hann fór að mása. Úlfurinn kyngdi í einu lagi og var strax voða lúinn. Enginn hefur gert þetta áður, sagði hann, alveg búinn. Það skiptir engu, sagði Rósalín, hvað aðri reyna að gera. Það hefur engin áhrif á mig og það hvað ég vil vera. Úlfurinn var örmagna og þurfti að fara að sofa. Næst hitti stúlkan álkonu sem öllu vildi lofa. Ég álkona, allar óskir þínar munu rætast. Þú fær fínan kjól og þið prinsinn skulið loksins mætast. Álkonan veifaði sprótanum og Padda varð að vagni. Hún flaug allt og dreifði álfaríki í miklu magni. Þetta nóg, sagði Rósalín. Töfrarnir hurfu allt í einu. Álkonan var miður sín og skildi ekki neitt í neinu. Af hverju, sagði álkonan leið, neitar þið töfrunum? Ég vil hjálpa þér að öðlast allt sem þið hefur dreymt Það indælt en þú veist ekki hvað draumar mínir geyma. Hver manneskja einstök og því mátt ekki gleyma. Ég þarf ekki töfra eða prins til að fullkomna mig. Ástin mín bíður eftir mér og ég verð að kveðja þig. Rósalín hélt áfram og sá kofa í rjóðrinu fjær. Hún kallaði á ástina sína þegar hún kom nær. Nornin, úlfurinn og álkonan sem sátu vonsvikin og reið gátu ekki hindra Rósalín í að fara sína leið. Ástin hennar kom hlaupandi á mótinni eins og vera ber. Hún var stúlkan sem Rósalín hafði alltaf óskað sér. Þakkir fá höfundur myndarinnar Daniel Errico, Ingunn Snædal þýðandi og Jafnréttisskóli Reykjavíkur sem styrkti útgáfuna.